Góðan daginn, við ætlum aðeins að tala innkirtla. Ef að ég teikna upp skýringamynd. Fyrst tala hvað innkirtlar eru. Svo innkirtill að þetta eru frumuklassar sem eru æðaríkir sem tengjast æðum og losa út í blóðið efni sem kallast hormón. Og þessi hormón tengjast við frumur út í líkama og segja þeim hvað þeir eiga að gera. Þannig þetta verður þá innkirtill. Innkirtill. Þetta er það bara æðakerfið. Og hérna hefur við líkamsfrumur. Líkamsfruma 1, 2, 3. Og þessar innkirtlar losa út efni sem heitir hormón. Ég ætla að hafa hormónin svona. Þannig að innkirtlar losa hormónið beint út í blóðrásina og blóðrásin flytur hormónin bara allan líkamann. Og hérna við fullt af frumum og þær hafa mismunandi nema fyrir vissum tegundum af hormón. Þannig að hérna á verið svona hringur. Þannig að þetta þá mismunandi nemar. Og það fer eftir því hvort að hormónið nær að tengjast við neman eða ekki, hvort að þessi fruma hérna, sem við köllum þá markfrumu, verði fyrir áhrif. Þannig að hérna reynir þetta hormón að tengjast, það passar ekki þetta passar ekki, síðan kemur hormónið hér, það reynir að passa þetta passar ekki, hormónið lokum endar hér, og þetta passar, þetta er bara eins og líkir og skrá. Þannig að þegar að hormónið tengist við réttan nema og réttri frumu, þá virkast þessi fruma og fyrir að gera eitthvað. Að hormón er boðefni sem tengist við nema á líkamsfrumu og segir henni að gera eitthvað. Og segir henni að gera eitthvað. Og það getur verið ýmislegt sem að fruman gerir þegar hormón tengist við. Hún getur stjórnað för efnin út, inn eða út úr frumu. Það er að segja opnað eða lokað prótíngöngum. Þannig að ef ég opna prótíngöng sem virkar eins og hurðir, þá hleyp ég efnum inn. Ef ég loka þeim, þá loka ég fyrir það. Það er til dæmis insúlín. Hormónu insúlín opnar göng fyrir glúkósa eða blóðsykur inn í frumur. Og þannig lækkar insúlín blóðsykur með að opnar göng. Hérna er ég bara með frumu. Lokur prótíngöng og þegar insúlín kemur hérna, tengist við neman á frumunni og þá opnast þessi göng hérna, og blóðsykurinn streymir inn í frumuna. Svo þetta er ein aðferð hvernig hormón virka. Þetta getur líka haft áhrif á genantjáningu.
sem til dæmis getur því til dæmis aukið bara vöxt og fjölgun frumna eins og til dæmis vaxtarhormón. Og þriðja leiðin sem ég tala hvað er og þriðja leiðin væri þá að til dæmis hafa áhrif á ensím. Hefur áhrif á ensím eða hvatavirkni. Þannig að til dæmis þýróxín, til dæmis hormónið þýróxín eykur virkni ensíma í hvatbera sem leiðir til að við brennum meira. Það er aðalega sem að þýróxín gerir eitt af þeirra hans aðal hlutverkum. Takk.